og áframhöldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú eru þau komin hingað til mín frá Grófinni, geðverndarmiðstöð. Valdís Eyja Pálsdóttir, forstöðumaður og Friðrik Einarsson, ráðgjafi. Verið velkomin. Takk. Ef við byrjum bara á byrjuninni, hvað er Grófin? Grófin geðverndarmiðstöð er staður fyrir fólk sem er að glíma við geðraskanir eða geðrannvandamál eða bara félagslega einangrun. Fólk getur komið þarna, hitt aðra í svipuðum sporum og tekið þátt í bara alls konar hópastarfi og fengið sér unnið verkefni sem það til vinna að. Þetta er svona svolítið samfélag að vera saman í þessu að bæta sín lífsgæði. Og svona fyrir utan þetta þá höfum við verið með fólk í Grófinni sem er með fræðslur fyrir ungmenni og sem ganga út að það að draga úr fordómum gagnvart fólki sem að glíma við þennan vanda. Og fyrirmyndin okkar frá upphafi hefur verið staður í Reykjavík sem heitir Hugarafl, mjög gott að minnast á hann hérna. Þannig að við svona byggjum ákveðinu hugmyndafræði sem það heitir valdefling, batamódel og jafningjanálgun. Ég ætla nú ekki að fara dýpra í það, en þetta er svona... En er þetta ekki samt svolítið svoleiðis að fólk kemur þarna og það er ekki eitthvað sem er að ofan heldur er fólki svolítið sjálft að einhvern veginn saman að ná bata. Og við mætumst á jafningjagrunni. Það er svona eitt stefið hjá okkur. Og það þýðir að reynsla fólks og áhugamál, það skiptir rosalega miklu máli. Við tölum þetta sem bata samfélag, það er að segja að það fær ekki fram geðlækningar í Grófinni, en þetta er heldur ekki bara félagsmiðstöð. Þetta erum við með svona þessa hugmyndafræði og við náttúrulega á þessum 6 árum, 7 árum, þá erum við komin með ákveðin kúltúr, það er svona ákveðin siður og venjur. En þetta reynir á fólk núna á þessum COVID-tímum því að við eiginlega þurftum bara að loka, en við lokuðum seinna heldur en samkomubannið svo sem, og við munum svona sennilega opna þess áðurna. Þetta samkomubann fer upp í 50. Þið hafið ekki sjálf verið 50, eða hvað? Nei, en við gerum ráð fyrir því að opna núna aftur á mánudaginn, svona hlut á degi. Við erum að jafna þið opin frá 10 til 4, en við ætlum að byrja bara eftir hádegi frá 1 til 3. Bara það er líka þannig að þegar fólk er að koma þarna til okkar, þá eru sumir núna þessum tímum mjög nervus. Þannig að það að halda 2 metra reglu, að það er stundum bara kvíðavandamál hjá fólki, að koma þarna og aðrir eiga erfitt með að virða þetta. En haldið það að koma einhver? Heldur það þor einhver eða? Að koma aftur? Já. Og það er alveg hópur sem hefur klæjaði fingurnar að komast. Þið hafið heyrt af þeim, ok. En við höfum verið að hringja í fólk, þannig að það er svo mikilvægt að halda tengsl. Og við erum með 60 notenda hóp sem við erum búin að hringja í vel flesta og svo höfum við verið að reyna að ná í þá sem að hafa komið en allavega hléákomum. Það getur verið svona 50 til viðbótar. En þetta er flott þjónusta að hringja í mannskapinn. Er þetta fleiri en eitt símtal á mann eða hafið þið heyrt oft í? Það er svolítið misjafnt sko. Flestir hafa nú kannski bara fengið eitt símtal en svo er alveg nokkur einstaklingar sem hafa að fá símtöl bara næstu daglega. Þannig það er svona aðeins misjafnt sko. Þið eru að halda svolítið utan fólki ykkar. Já, sko því að fólki má ekki koma til okkar, en við erum samt að hringla þarna og reyna að gera gagn og nota tækifærið og mála veggi og taka til, en líka reyna að sinna fólkinu á einhvern nýjan hátt. Og höfum verið að hringja, eins og Friðrik segir, en svo hertum við okkur upp og gerðum eins og margir aðrir að prófa þessa Zoom-tæknibúnað. Hvernig fór það? Og þetta er bara gengið vel og allavega einhver hluti af fólkinu er að treysta sér í þetta, þú veist að nota Zoom og þá allavega, við höfum verið að gera þetta núna nánast daglega í viku 10 daga og fólki þykir þetta mjög gott að sjá svona aðeins framan í hvort annað. Það er bara mjög líklegt að verði áframhald af því, þetta verði bara viðbót. Heimurinn er að breytast svona einhverju leiti til góðs. Þetta er kannski sniðug leið fyrir fólk sem er með mikinn kvíða og finnst kannski bara erfitt að fara út úr húsi. Þá er þetta nálgast það svona. Mjög gott að hafa fjölbreyttar leiðir. Og svo gaman að segja frá því að barna- og félagsmálaráðherrann okkar Ásmundur Einar Daðason, honum er í mun að styrkja svona grasrótarfélög og frjálsfélagasamtök eins og Grófina. Og Grófin fékk styrk frá ráðherranum, einmitt til þess að sinna þessum viðkvæma hópi betur. Þannig að þá fer maður að leggja höfuðið í blauti, hvað getum við gert? Við verðum að gera eitthvað öðruvísi en venjulega sko. Og það eru breytingar í farvatninu, er það ekki? Jú, við vorum erum að ráða yfirþjálfa
Já, já. og sem að kemur til starfa núna í maí. Já, eða júní er ekki Maí eða alveg. júní, já. Áramótabröð. Og það er hérna náttúrulega bara breytingar en hérna það er bara, iðjuþjálfar hafa verið rosalega öflugir í svona batastarfi. Já. Og það er náttúrulega hlutverk þeirra svolítið inn á til dæmis geðdeildum eða upp í heilsugæslunni að aðstoða fólk við virkni. Já. Að finna út hvar liggja áhugamálin og hvað vill fólk gera. Já. Og hjálpa til við það, hvort sem það getur verið hvað sem er. Það getur verið bara eitthvað fundur eða eitthvað íþrótt eða hvað. Ég var fyrir löngu, þá var ég á Landspítalanum og það var iðjuþjálfur sem að spura hvað vildum gera. Einn vildi fara í fallhlífastökk Já, ok. og hún fór aðtúaði það, en það strandaði á tryggingamálum. Já. Þannig að það er bara allt opið. Hvað viltu gera? Já. Reynum að láta það Já, gerast. já. Þetta er frábær viðbót. Svo erum við líka svolítið viðbúin því að afleiðingarnar af þessu samkomu banni að þær kannski ekki alveg komnar í ljós. Nei. Mögulega bara þurfum við að vera viðbúin að bara í sumar, haustum, jólin að þá kannski fyrst komið fram af fullum þunga bara vanlíðan og afleiðingar af þessu banni. Fólk geti hafa verið að grípa til svo kallara skaðráða, deyfa einmanaleika með efnum eða þú veist, grufla endalaust í hvað geti gerst og hvað allt er ömurlegt sem er ekki gott ráð. Já, en þið eru búin að teikna upp nokkra sviðsmyndir. Það má alveg segja það að við erum náttúrulega átt okkur á því bara út frá okkar reynslu að erfiðir tímar að þeir koma oft fram seinna. Þegar að veikindi gerast eða erfiðleikar að þá getur verið svolítið bið eftir afleiðingunum. Já, langur meðgöngutími. Já. Og er það eitthvað reynsla kannski frá hruninu eða hvað getur þið tekið Já, dæmi? það var svona eins og allir yrðu býsna heilbrigðir bara akkurat þegar hrunið hófst og gekk yfir. En svo höfum við verið náttúrulega að glíma við langtíma afleiðingarnar. Já. Þær eru ennþá að birtast. Hvaða ráð eigið þið handa fólki sem er þarna bara eitt og einmanna og lífur illa? Sko þau eru kannski nokkur, en mér langar svo að benda á eitt hérna og hrósa og þakka. Af því nú hefur svo góða fyrirmyndir. Fríeki gerir svo gjarnan. Já, við náttúrulega erum hérna með Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Þar eru sálfræðingar og þeir tóku sér til og þýddu þennan fína bækling sem er bara á heimasíðu Heilbrigðisstofnunar. Að takast á við áhyggjur og kvíða í heimsfaraldri. Já, þannig að fólk getur bara kíkt á þetta og þarna eru góð ráð. Já. Og það sem ég er ekki með hann alveg, ég er búin að læra hann upp á 10 en ég man að það var svona talað að það var mjög gott að fólk geti gert 3 hluti á dag ef það er alveg heima á sér og það var númer 1 að gera eitthvað sem er mikilvægt sem er náttúrulega persónubundið, þú veist, er það að fara í sturtu eða vökva blómin eða eitthvað númer 2 er að gera eitthvað sem gleður mann þú veist, er það að spila skemmtilegt lag eða gera jóga tíma á YouTube eða eitthvað. Eða baka köku. Já, baka köku. Og svo með 3 eitthvað sem hefur með tengsl að gera og samskipti. Og hringi einhvern, fara á Facebook, spjalla við einhvern og það er nú kannski svona aðal áherslu atriðið að einangra sig ekki, taka upp símann og jafnvel aðstandendur ef að fólk á einhvern að sem veit að það er einn heima. Mun eftir og hringja. Þannig að muna maðurinn er tengsl að vera. Já. Þannig að við þurfum svona eins og farsíminn okkar að hann þarf að vera í sambandi og hann þarf að hafa hleðslu. Hann er með svona ákveðnar grunnþarfir og við erum bara nákvæmlega eins og farsíminn. Það er ekkert gaman að farsíminn ef þeir hafa ekki hleðslu eða tengingu. Það er í svipað með fólk. Heyri, þetta voru frábær lokaorð. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu, Valdís og Friðrik. Takk. Takk fyrir.